Ísraelsher hefur ekki hleypt neyðargögnum inn á Gaza í 6 vikur og sprengdi eina starfandi spítalann þar í gær. Neyðin hefur aldrei verið jafn mikil á Gaza að mati Sameinuðu þjóðanna. Ef dýralæknir eða aðrir verða vitni að eða taka þátt í barsmíðum við blóðtöku mera ber að grípa strax inn í. Þetta segir formaður Dýralæknafélags Íslands. Framkoma eins og sést á nýjum myndum eigi ekki að líðast. Lögreglan á Suðurnesjum varar við hættu á 2 vinsælum ferðamannastöðum á Reykjanesi. Þar hafa opnast sprungur sem líklega má rekja til jarðhræringa. Vorblómin sem skutu upp kollinum í blíðunni fyrir austan í síðustu viku fóru á kaf í djúpan snjó helgina. Á skíðasvæðum fyrir austan og norðan snjónum hins vegar fagnað enda páskavertíð á næsta leyti. Sögulegt geimskot var í Bandaríkjunum í dag þegar fyrsta kvenkyns áhöfnin var send út í geim. Söngkonan Katy Perry var þar á meðal. Gott kvöld. Sameinuðu þjóðirnar segja neyðina á Gaza aldrei hafa verið eins mikla og nú. Ísraelsher sprengdi eina starfandi spítalann í Gazaborg í gær. Síðan vopnahlé var rofið fyrir 6 vikum hafa Ísraelar ekki hleypt neinum neyðargögnum inn á Gaza. Nær allir íbúar hrekjast milli staða undan árásum hersins. Fólk hefst við í tjöldum eða neyðarskýlum og skortir mat, vatn, lyf og aðrar nauðsynjar. Talsmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sagði í dag að ástandinu á spítölum þar væri ekki hægt að lýsa með orðum. Linnulausar árásir væru gerðar á heilbrigðisstofnanir og starfsmenn þeirra. Ísraelar vörpuðu sprengjum í gær á eina starfandi spítalann í Gazaborg. Hann var rýmdur í ofboði og 1 barn dáið því það fékk ekki lengur nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. عندما تخرج هذا المستشفى عن الخدمة الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأمل لدى الناس، يقتل الحياة. أيضا القانون الدولي الذي حاول أن يحفظ هذه المؤسسات وأن يحميها فشل فشلا كبيرا في ردع الاحتلال وإيقافه عن الهجوم عن المستشفيات. الحقيقة نحن أمام كارثة صحية بمعنى الكلمة. ما تفاجأنا اللي تم قصف المستشفى زي ما انت شايف، قسم الاستقبال وقسم التحاليل الطبية والصيدلية اللي احنا بناخد منها دواء. ما ضلش شيء، الليلة كنا عايشين برعب بخوف فان. ما ضلش حاجة، المستشفى صارت خارج عن الخدمة. بعد مستشفى الشفا صارت خارج عن الخدمة، وين المرضى بدها تروح هالقيت؟ Svona má ekki hegða sér í kringum dýr, segir formaður Dýralæknafélagsins myndskeið þar sem maður sést berja merar í blóðtöku. Ekki séu þó næg rök fyrir að banna blóðmerahald á grunni dýravelferðar eins og umgjörðin nú. Já, mér finnst það bara í fyrsta lagi sláandi að sjá að við séum ekki komin lengra, að þarna sé einstaklingur sem að bæði sparkar í dýr og slær til dýrana og slær í dýrin. Að eftir alla þessa umfjöllun og allt sem við erum búin að vera að tala núna síðustu mánuði og ár, að við séum ennþá á þessum stað, það er vont að sjá. Dýralæknafélag Íslands geti takmarkað beitt sér. Ávitur, þvingunarúrræði, sektir og eða kærur séu bara á færi MAST og eða lögreglunar. Hún segir skiptar skoðanir blóðmerahald meðal dýralækna en rannsóknir sýni að merarnar þoli blóðtökuna nokkuð vel og að eftirlit MAST sé gott. Það er ekki nægjanleg rök að okkar mati til að banna blóðmerahald á grunni dýravelferðar eins og umgjörð þessara búgreinar í dag. Hún segir leitt að margir góðir og reyndir dýralæknar hafi hætt vinnu sinni við blóðtöku fylfullra mera vegna neikvæðrar umræðu. Og þeir hafa jafnvel bakkað út af því umhverfi sem fjölmiðlar líka eiga þann þátt í að það er bara orðið verulega erfitt að starfa sem dýralæknir við blóðtöku í dag. Ekki standi til að álykta framkomu sem birtist í síðustu vikum þar sem menn sjást sparka og berja hryssur í blóðtöku. Framkoman sé með öllu óásættanleg. Hvort það tengist beint starfsgreininni blóðmerar, ég er bara alls ekki svo vissum. Svo áttu aldrei að hegða þér. Hvort sem að þú ert að temja hross í blóðmerahaldi, að út að labba með hundin eða annað, svona hegðum við okkur ekki í samskiptum við dýr.
ekki standi til að fjalla málið innan siðanefndar dýralæknafélagsins. Ef það úrskurðaður að einhver dýralæknir hafi brotið á sér, þá munum við að sjálfsögðu taka það upp. En ég hef ekki séð neitt, hvorki frá Matvælastofnun eða öðrum aðilum, sem bendir til þess að dýralæknar hafa brotið á sér. Ef dýralæknir eða eftirlitsaðili hefur séð viðkomandi aðila vera að sparka í dýrið, nú veit ég það ekki út frá myndbandinu, þá hefði ég sannarlega viljað sjá að það hefði verið stoppað strax. Auknar áhyggjur innan repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum og bandamanna Úkraínu að viðræður vopnahlé þar verði á forsendum Rússa. Utanríkisráðherra Póllands segir Rússa hæðast að hugmyndum vopnahlé með árásum sínum. Utanríkisráðherrar ESB-ríkja fordæmdu í dag árásir Rússlandshers á borgina Súmi í austurhluta Úkraínu í gær. Herinn drap 34 og særiði 119. Ukraine unconditionally agreed to a ceasefire over a month ago. The heinous attacks on Kryvyi Rih and on Sumy is Russia's mocking answer. Herinn drap almenna borgara á götum úti og inni á heimilum. Тут ПВО нет, ничего нет здесь. Это уничтожение народа. Это геноцид другой. Как можно нас? Reuters greinir frá því að aukin órói sé í Hvíta húsinu og í repúblikanaflokknum, flokki Trumps, því Steve Witkoff, erindreki Bandaríkjastjórnar í viðræðum vopnahlé, virðist í auknum mæli taka málstað Pútíns Rússlandsforseta. Witkoff fundaði með Pútín á föstudag og í fréttinni haft eftir heimildarmönnum að stuttu áður hafa hann sagt á fundi með Trump að fljótlegasta leiðin til að koma á friði væri að Rússar fengju yfirráð yfir því landi sem þeir hafa hertekið. Witkoff hefur lýst þessum sjónarmiðum áður og verið harðlega mótmælt af stjórnvöldum í Úkraínu og öðrum Evrópuríkjum, enda hefur Úkraínu her barist gegn frekari sókn Rússlandshers og lagt mikla áherslu á að endurheimta land. Í viðtali við bandaríska fréttaskýringaþáttinn 60 mínútur í gær talaði Úkraínuforseti beint til Trumps og hvatt hann til að koma til Úkraínu og kynna sér stöðuna. You think you understand what's going on here. Okay, we respect your position. You understand. But please, before any kind of decisions, any kind of formats of negotiations, come to see people, civilians, warriors, hospitals, churches, children, destroyed or dead. Lögreglan á Suðurnesjum segir fólk þurfa að sýna sérstaka varkárni á 2 stöðum á Reykjanesi. Nýjar sprungur hafa myndast í Valahnúk við Reykjanestá og hola við brúna milli Heimsálfa. Hérna rétt við göngustíginn sem liggur að brúnni á milli Heimsálfa hefur þessi stærðarinnar hola myndast en talið að hún sé að minnsta kosti 2,5 metra djúp. Brúin milli 2 Heimsálfa sem sýnir á tákgrænan hátt jarðskorpuflekana 2 sem ganga á landa á Reykjanesi, Norður Ameríku og Evrasíuflekana vinsæll áfangastaður ferðamanna. Lögreglan á Suðurnesjum varaði við jarðsigi og holumyndun í nágrenni við brúna í morgun. Síðdegis í dag settu starfsmenn Reykjanesbæjar upp skilti og girtu holuna af. Lögreglan varaði einnig við 9 sprungum í Valahnúk nærri Reykjanestá, öðrum stað sem geysi vinsæll hjá ferðamönnum. Valahnúkur veikur móbergsstapi þar sem sífellt molnar á brúnum og hefur gert í áratugi. Varað hefur við sprungum hérna síðan 2016. Svona ábendinga til ferðamanna, hvort sem Íslendingar eða aðrir, það að halda sig við göngustíga, fara ekki inn á afmerkt eða afgirt svæði og fara eftir merkingum, varúðarskiltum og öðru. Unnið við að meta öryggi svæðisins frekar. Við Valahnúk var skilti sem varar við hættu af sprungum en það virðist vera horfið. Hérna við upphaf göngustígsins þessi girðing en hérna aðeins lengra þetta band þar sem við sáum nokkra ferðamenn stíga yfir. Talið að sprungurnar á holumyndunin hafi orðið vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga. Lögreglan vill koma upplýsingum til ferðamanna, erlendra og íslenskra. Síðan höfum við fundað með ferðamálastofu og helstu miðlum sem ná til ferðamanna, Visit Reykjanes og Safe Travel. Og við höfum fundað með fulltrúum þeirra í dag.
15 ár eru í dag síðan að gosið í Eyjafjallajökli hófst. Það stöðvaði flugumferð dögum saman og hafði áhrif á ferðaplön milljóna manna allan heim. Nú erum við búin að finna hérna gamlar myndir úr safni sjónvarpsins frá því að gosið hófst og Þorvaldur, þetta var ansi stór atburður. Já, það var umfangsmeiri heldur en við kannski áttum von á. Hérna í gosrásinni, það var kvikan að stífna og myndaði svona tappa og þessi tappi hann stoppaði virknina í ákveðin tíma, síðan sprengdi þessi aftur í gegn og svo byrjaði aftur. Byrjaði að mynda nýjan tappa, stoppaði í smá tíma, þannig við vorum með þetta svona púlsavirkni í gosinu og hérna maður sá þetta alveg á gosmekkinum, hann kom upp mjög öflugur eftir smá tíma og svo datt hann alveg niður. Svo kom annar svona strókur. Fór nú hæst í 11 kílómetra en það var nú yfirleitt þetta í svona 4 til 6 kílómetrum eða þar fyrir neðan. Eldgosið raskaði ferðaplönum 10 milljóna manna fyrstu 8 dagana því gosmökkurinn stöðvaði alla umferð á feiknar stóru flugstjórnarsvæði. Þetta mesta röskun sem orðið hefur á flugumferð í veröldinni síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Auðvitað fundu menn fyrir áhrifunum og menn alla leið til Sydney í Ástralíu og Hong Kong og það sem er strönduð og sumir voru strandaglópar í heila viku. Höggbylgjurnar sem mynduðust í mekkinum vegna hávaða þegar heilu björgin hentust hátt til himins úr gígnum vöktu líka heimsathygli. Þetta eru sprengigos, við fáum sprengingar og þá myndast höggbylgjur. Þetta eru risastór björg sem eru nokkuð tonn á þyngd, kannski 1 til 2 metrar í ummáli. Það tók allir eftir þessu gosi og líka út af því hvað áhrif það hafði á samfélagið. Margir áttu erfitt með að bera nafn jökulsins fram. Bandaríski herinn talaði til að mynda E-15. Þetta fyrir Eyjafjallajökul og svo eru 15 stafir í orðinu, þannig að það var E-15. Það var nafnið á gosinu, þannig töluðu þeir alltaf þetta gos. Treystu sér ekki í framböðinu? Nei, alls ekki. Eyjafjallajökulsgosið setti mikinn svip á ferðaþjónustuna. Ísland var áberandi í fjölmiðlum allan heim og árun á eftir streymdu hingað ferðamenn sem aldrei fyrr. Fjöldi náði hámarki 2018 þegar rúmlega 2,3 milljónir lögðu leið sína hingað til lands og fjöldin nú komin að svipa ról aftur eftir hrun COVID-árana. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir að Eyjafjallajökulsgosið hafi breytt öllu. Þetta kom Íslandi svolítið á kortið á þessum tíma og var til þess að fólk fór að taka meir eftir Íslandi og velta fyrir sér hvort það væri að heimsækja þessa merkilegu eyju sem allt í einu voru þekkt út allan heim. Þetta var heimsviðburður og fyrir þennan tíma, margir sem kannski ekki vita það, voru í raun mjög fáir í heiminu sem vissu hvar Ísland var, en eftir þetta þá vissu það eiginlega allir. Íslenska krónan var enn veikur gjaldmiðill á þessum árum eftir hrunið. Svo ferðir til Íslands voru hagstæðari en þær höfðu verið í mörg ára á undan. Það hjálpaði þetta til á sama tíma eru samfélagsmiðlar eins og Instagram sem eru mjög svona sjónrænir miðlar að vaksa mjög hratt. En á Íslandi, fyrir Ísland og Ísland efnahagslíf, það var það raunverulega þannig að ferðamannastraumurinn eftir gosið í Eyjafjallajökli reif Ísland upp úr efnahagshruninu. Þetta var alveg ótrúlega tími og ég raun alveg ótrúlegt kraftaverk sem átti sér stað þarna og þetta kom á besta tíma fyrir okkur öll. Allt þessu Eyjafjallajökulsgosi að þakka? Já, má eiginlega segja það. Við hugsum til þess með hlýju í dag. Veturinn ekki búinn og á Norður- og Austurlandi urðu skörp umskipti í veðrinu helgina þegar að kaf snjóaði. Íbúar á Norður- og Austurlandi voru orðnir góðu vanir eftir langa vorblíðu og 15 stiga hita dag eftir dag. En nú vöknuðu þeir upp við allt að því fannfergi. Hér á Akureyri settu margir upp sólgleraugunum helgina, sátu úti og nutu veðurblíðunar. En eins og staðan núna held ég að sé alveg óhætt að pakka gleraugunum og grafa eftir vetrarúlpunni inn í skáp. Austfirðingar fengu vel útilátin skammt af snjó, ekki síst héraðsbúar. Já, það voru mikil umskipti í veðrinu hér á Egilsstöðum helgina. Bara í síðustu viku var ég hér í þessum garði við Tjarnabraut að taka myndir af blómum í fullum skrúða, en nú djúpur og blautur snjór lagstur yfir allt. Og blómakonan í húsinu að grafa upp blómin sín. Afsi. Hérna kom hann. Að máttina alveg vera vor aðeins lengur. Á einni nóttu fór allt á kaf og já. Eins og sjáum á páskaliljur eru bara komnar á kaf undir snjóin.
skyndilega vorinu kom bara vetur. Heyrðu, hér var allt lína eins og þetta sýnist hérna. Krókusar. Það bara búin blómsta út, kannski sem betur fer miðað við veturinn sem kom. Krókusar eru náttúrulega vetrablóm og þau koma mjög snemma strax eftir vetur og þau eru komna náttúrulega líka undir snjóin. Hérna hann sjálf, alveg lengst undir snjónum greið. Já, skíðavertíðin lokið í Bláfjöllum vegna snjóleysis en skíðagarpar fagna væntanlega nýföllnum snjó á Norður- og Austurlandi í dymbilvikunni. Er það ekki svo, Rúnar Snær? Hvernig færið þín megin á landinu? Færið ágætt en það hefur þó ekki snjóað jafn mikið hér í Oddsskarði fyrir ofan Eskifjörð eins og snjóaði á Héraði helgina. En hann veit meira það Sævar Guðjónsson sem selur skíðafólk í gistingu á Mjóeyri. Segðu okkur Sævar, þú ert búinn að vera í brekkunum í dag og hvernig nú færið? Alveg geggjað hérna í Östursku Ölpunum í dag, alveg frábært færi og nýr snjór, en auðvitað mætti vera svolítið meira á honum. En ég held við fáum hann núna næstu dagana fyrir páska. Þú ert einmitt snjóathugunarmaður líka, þetta var svolítil viðbót sem kom helgina og það hefur snjóað líka í Stafdal. Já, það hefur snjóað meira í Stafdal skilst mér og það er bara frábært, en við hefðum viljað fá aðeins meira, en það er svona þessi misskipt bara eftir vindátt og öðru. En er ekki líkur á að snjórinn haldist í brekkunum fram með páska og jafnvel á að snjóa ennþá meira? Jú, hann stóð nú að sér 20 stiga hitan henni í síðustu viku og það á að snjóa í fyrramálið og næstu nótt eitthvað og svo að vera mjög gott viður hérna 50., föstudag, laugardag og sunnudag og það verður nógu snjór, jú. Og mikil dagskrá á skíðasvæðunum hér á Austurlandi? Já, það er mikil dagskrá. Hérna hjá okkur er hérna páskafjör í Fjarðabyggð, það er alls konar viðburðir hér í Skarðinu og mikið að vera í bæjunum okkar og það er hérna Mjóeyri Big Jump og hérna, já, það er mikið að vera. Takk kærlega fyrir það, Sævar. Og ef við ekki að láta þessu lokið bara hérna á Oddsskarði og segja bara að það hljóti að verða gaman. Skulum vona það. Takk fyrir þetta, Rúnar Snær Reynisson. Öryggisgæsla í bíósölum hefur verið eld á sýningu Minecraft bíómyndarinnar vegna TikTok-æðis sem hefur náð fótfestu hér á landi. Æðið snýst meðal annars að kasta poppi yfir aðra bíógesti. Æðið snýst þetta atriði hér. Þau eru ófá myndböndin á borði þetta á samskiptamiðlunum TikTok þar sem allt ætlar koll að keyra í bíósalnum við þetta tiltekna atriði kvikmyndarinnar Minecraft. Uppvakningur stekkur á bak kjúklings, áhærendur fagna ákaft og kasta poppi og gosi upp í loft. Myndin var frumsýnd hér á landi í byrjun mánaðar og segir vaktstjóri þetta æði þegar komið til landsins. Já, það eru krakkar að koma bara inn til þess að hella poppi yfir alla og hafa stemmingu og fara síðan bara út. Þannig að það er búið að vera mikið af því núna undanfarið. Dæmi séu að bíógestir komi út úr salnum útataðir í poppi og gosi. Lengri tíma taki að þrífa salina og því hafi þau gripið til þess ráðs að efla öryggisgæslu. Við höfum verið að fara inn í sali og segja að þetta sé ekki í boði og vinsalast bara fara út ef þið get ekki hægt. Félagarnir Edin og Jóhann voru mættir til þess að sjá myndina í 3. sinn. Þeir sögðust báðir hafa séð æðið á TikTok. Þetta er bara klikkað og fyndið. Hvað finnst þið fyndið við þetta? Því að vera að fynda, kasta poppi, allir öskra, chicken jockey og hvað. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert að fara á myndinu, þú hefur farið áður. Hvað gerðist þá? Þá að kasta klósettpappír og vatn á okkur og allt trilla popp og fullt, popp og gos. Hvað finnst þið nákvæmlega þetta æði? Tekur þú þátt í þessu? Því, kannski. Kannski. Áttu vona því að þetta verði gert í kvöld? Já, 100%. Það er að fara að vera að gerast í kvöld, já. Vaktstjórinn biður þó ungmennin að halda stillingu sinni. Að þurfi ekki að þrífa alla salina svona mjög mikið. Sögulegt geimskot var í Texas í Bandaríkjunum í dag þegar fyrsta kvenkyns áhöfn geimferju var skotið á loft. Geimfarið sem í eigu fyrirtækis Jeff Bezos, stofnanda Amazon, var í 11 mínútur á flugi. Þekkt andlit voru í áhöfninni. Áhöfnin samanstóð meðal annars af kvikmyndaframleiðandunum Kerry-Ann Flynn, fjölmiðlakonunni Gayle King og söngkonunni Katy Perry. Geimfarið í eigu Blue Origin fyrirtækisins og endurnýtanlegt. Áhöfninni var skotið á loft snemma í morgun.
konurnar flugu hæst í 100 kílómetra fjarlægð frá jörðu og voru í 3 mínútur í þyngdarleysi. Í hylkinu svifu konurnar svo aftur til jarðar með fallhlífum og fögnuðu ákaft borð þegar þær lentu á jörðinni á ný. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are until the day you launch. Bergsveinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Verðið á jörðinni? Já, við ætlum að vera jarðtengdari en það er hérna í síðustu frétt, en við ætlum að fjalla lögreglumál í kvöld. Við ætlum að byrja á heimilisofbeldi gegn börnum, en á heimasíðu 112 hefur verið birtur leiðarvísir fyrir börn, þar sem við fjalla á barnvænan hátt hvernig hægt að bera kennsl á heimilisofbeldi og hvað hægt að tilkynna það og fleira slíkt. Það eru Eygló Harðardóttir hjá ríkislögreglustjóra og Hjördís Garðarsdóttir hjá Neyðarlínunni ætla að fara yfir þetta með okkur. Og í seinni hluta þáttar þá fáum við kennslu í forgangsakstri hjá lögreglu. Hún Urður Örlygsdóttir fór á rúndinn hjá löggunni og fékk að læra hvernig þú keyrir með bláu ljósuna. Lærum alltaf það eftir. Takk, Bergsteinn. Og þá að veðri. Gular viðvaranir vegna norðan hríðar eru í gildi fram á nótt landið norðvestanvert. Norðaustan 8 til 15 á morgun og él norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hlýnar lítillega. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Norðurírinn Rory McIlroy varð í gærkvöldi aðeins á 7. frá upphafi til að vinna öll 4 risamótin í golfi þegar hann bar sigur úr bítum á Masters-mótinu eftir dramatískan lokaring. I've literally made my dreams come true today. Haraldur Franklin Magnús atvinnukylfingur segir McIlroy hafa sett sig á stall sem eitt besti kylfingur sögunar með sigrinum í gær. Þetta svolítið cool hjá Rory að vera komin í þennan hóp. Og Íslandsmeistara Breiðabliks mistiðu sig í bestu deild karla í fótbolti í gærkvöldi þegar liðið fékk á sig 4 mörk á 10 mínútna kafla gegn Fram. Íþróttir eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraelsher hefur ekki hleypt neyðargögnum inn á Gaza í 6 vikur og sprengdi eina starfandi spítalann þar í gær. Neyðin hefur aldrei verið jafn mikil á Gaza að mati Sameinuðu þjóðanna. Ef dýralæknir eða aðrir verða vitni að eða taka þátt í barsmíðum við blóðtöku mera ber að grípa strax inn í. Þetta segir formaður Dýralæknafélags Íslands. Framkoma eins og sést á nýjum myndum eigi ekki að líðast. Lögreglan á Suðurnesjum varar við hættu á 2 vinsælum ferðamannastöðum á Reykjanesi. Þar hafa opnast sprungur sem líklega má rekja til jarðhræringa. Vorblómin sem skutu upp kollinum í blíðunni fyrir austan í síðustu viku fóru á kaf í djúpan snjó helgina. Á skíðasvæðum fyrir austan og norðan snjónum hins vegar fagnað enda páskavertíð á næsta leyti. Næstu fréttir verða í sjónvarpi út af klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Leyndarmál langlífis. Michael Mosley hittir fólk víða heim sem virðist hafa fundið leið til þess að hægja á öldrun og rannsakar vísindin á bakvið fullyrðingar þess. Vertu sæl, Marianne. Norsk leikinn þáttaröð ástarsamband kanadíska tónlistamannsins Leonards Cohen og hinnar norsku Marianne Elen á 7. áratug síðustu aldar. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og